Góðan daginn og velkomin til okkar hérna aftur. Ég bjóst nú ekkert beint við því síðast þegar ég hitti ykkur að við myndum kynna besta ársfjórðung sögunar næst þegar við hittumst. En það gaman að komast yfir milljardinn og hérna við erum með 1.023 milljónir og hagnaður líka góður 476 milljónir. Þetta góð niðurstaða og eins og alltaf í rekstri þá kemur þetta til ekki út af neinu einu, margir þættir sem koma saman. Ég tekið þetta kannski saman að þetta séu markvissar kostnaðaraðgerðir sem við höfum verið í á tímabilinu. En við höfum líka verið mjög meðvitað að stýra á tekjuhliðinni og þá sérstaklega að eins og þegar við tekið eftir við fórum að stað með reddvörurnar sem gangi út á það að selja áskrift, viðskiptavinum áskrift og þetta mjög verðmætir viðskiptavinir fyrir okkur og þetta eru viðskiptavinir sem vilja mikla þjónustu og það hefur gengið vel á árinu. Hrönn fer nánar yfir uppgjörið á eftir en það líka gaman, það er allt á fullu hjá félaginu og ég langaði kannski að segja ykkur frá nokkrum hlutum sem hafa verið að detta með okkur. Við höfum verið að byggja upp fjarskiptakerfið okkar út á haf til dæmis og höfum verið að bæta við okkur viðskiptavinum í sjávarútvegi að undanförnu sem er mikilvægt skref fyrir félagið á fyrirtækjahliðinni. Og síðan hafa endursamningar á fyrirtækjahliðinni og gengið vel og við höfum einnig verið að fá nokkra nýja viðskiptavini þar. Við erum auðvitað að ljúka þessu verkefni, þessu nýja sjónvarpsdreifingarkerfi. Þar myndast spennandi hlutir á viðskiptahliðinni líka. Þar koma í rauninni tugþúsunda áhorfenda inn á digitalkerfi sem hafa ekki haft möguleika á því að fá aðgang að sjónvarpsþjónustu sem við kannski kynntum sjálf fyrir áratug eða eitthvað slíkt sem búum hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það verður spennandi að vinna með það. Ég ætla líka að láta ykkur vita stöðuna á tveimur verkefnum, Nova og Emerald verkefninum. Nova verkefni, það er í gangi vinna að skilyrðum, þannig að það er í rauninni, það er ekki í svefni það mál, en það er verið að vinna í rauninni að skilyrðum, þá með ske. En varðandi Emerald þá hefur það verkefnið auðvitað tafist og eins og þið vitið og í rauninni óvissa það verkefni. En eðli málsins samkvæmt þá er óvissa svona þróunarverkefni. Félagið ber hins vegar engan fjárhagslegan skaða af því ef að þessi verkefni verði ekki. Þetta er meira að þessi verkefni hefðu skapað tækifæri eins og þróunarverkefni gera yfirleitt, en ég vildi bara gefa ykkur nákvæmlega stöðuna á þessu. Það hefur mikið verið rætt beyond budgeting að undanförnu og við erum með það innleitt í félagið. Þetta tól er eitt af því sem er keyrt í deildinni hjá Hrönn og hefur verið klárlega að hjálpa okkur að taka á reksturinn. Við erum að fara oftar í reksturinn, sjá hvernig gengur og fara þá í aðgerðir og við erum búin að taka nokkra snúningar núna á síðustu mánuðum í því og það er klárlega að hjálpa okkur mikið. Við höfum annars verið að í rauninni eins og þið sáuð eða við sendum allavega tilkynningu út á Kauphöllum skipulagsbreytingar sem við fórum í. Við erum líka búin að taka í rauninni nýtt hlutverk, nýja sýn og nýja stefnu og út úr því að koma fullt af áhugaverðum verkefnum. Og ég ætla að deila með ykkur í rauninni hvernig þessi nýja stefna lítur út og eftir til þess að gefa ykkur smá tilfinningu fyrir því hvað við erum að gera dagsdaglega. En ég ætla að gefa Hrönn orðið og fara yfir uppgjörið. Takk. Takk Stefán og góðan daginn. Við erum með þetta ekki. Ég ætla að vinda mig bara beint í þriðja fjórðunginn og fara í gegnum tölurnar. Við erum með selda vöru og þjónusta í 3.362 milljónum
og þetta samdráttur upp á 2% frá sama tímabili í fyrra eða 61 milljón. Af þessum 61 milljón lúkningin 72 og ég kem aðeins inn á það á næstu glæru og eftir. Nú kostnaðarverðið var 611 milljónir og það dróst saman 10% eða lækkaði 10% á milli tímabila og eða 179 milljónir. Stórpartur af þessu vegna lúkningagjalda eða 89 milljónir. En þar á auki lækkun í afskriftum hjá okkur á milli tímabila og þið sjáu það náttúrulega bara vel eða skoðið sjóðstreyminu. En síðan það líka þessar markvissu kostnaðaraðgerðir sem að skila árangri í þessum þætti á milli ára. Nú framlegin var 1751 milljón, við erum með 52,1% framlega hlutfall á móti 47,7% í fyrra. Og rekstrakostnaður var milljarður og 57 milljón króna hækkun á milli ára. Helsta ástæðan á bak við þessa breytingu að í þessum liður reyndar afskriftirnar að hækka, það lækka upp í kostnaðarverðinu hjá okkur, en þar að auki þarna einhverjir svona hefðbundin kostnaðarliðir sem falla misjafnlega innan ársins og miðað við þá árið á undan. Nú EBITDA var milljarður 23 og eins og Stefán kom inn á áður, við höfum aldrei farið upp fyrir milljarðinn áður og þetta hæsta EBITDA fjórðungi sem við höfum verið að skila. Og EBIT 694, já kannski nefna, EBITDA hlutfallið 30,4% á móti 28,9% í fyrra og hrein fjármagnsgjöld 101 milljón, lækkun 13% og hagnaðurinn þá eftir skatta 476 milljónir og þetta líka hæsti hagnaður hjá okkur á þriðja fjórðungi frá því að félagið var samstæða. Nú, ef við vindum okkur bara á næstu glæru þá stiltu upp sams konar glæru og síðast varðandi áhrifin af lúkningunni. Og þá sjáum við þarna að það raun og veru þá 0% vöxtur í tekjum á milli ára ef við leiðréttum fyrir þessu 72 milljónum. Og kostnaðarverðið þá á móti 89 og netto áhrif á framleiðina 17 milljónir. EBITan þá milljarður og 6 og í 29,3% og framleiða hlutfallið þá 50,5 í staðan fyrir 52,1% eins og við erum með í uppgjörinu. Nú, starfsþættirnir okkar, eins og við takið kannski eftir eða hafið ekki augun í, við vorum að breyta aðeins heitum á starfsþáttunum. Það raun og veru flokkunin breytist ekkert það sem á bakvið, en við höfum svona orðið vör við þegar við erum að hitta greiningaraðila að það hefur ekki verið alveg skýrt hvað á bakvið hvern tekjupóst hjá okkur. Þannig að við ákvaðum að reyna að skýra þetta betur og aftast í skýrslunni sem þið hafið hjá okkur, þá sjáum við hvað liggur á baki hverjum tekjupósti. Nú ef það einhverju frekara spurningar þá endilega leyfa okkur að heyra því við erum bara að reyna að upplýsa þetta sem best. Nú ef þið sjá í farsímanum að hann að fara niður 100 milljónir eða 7% milli ára. Af þessari fjárhæð 63 milljónir vegna lúkningar. Nú internetið stendur nokkurn veginn í stað á milli ára en fastlínan að fara niður 44 milljónir og þar af 9 milljónir vegna lúkningar sem gera það þessar 72. Sjónvarpið að fara upp 31 milljón eða 8% á milli ára og svo aðra tekjur upp 61 milljón. Þannig að samtals gerir þetta samdrátt 2% á milli ára. Nú sjáum við stöplaritið að fyrir síðustu 5 ár að þá sést klárlega að þessi ársfjórðungur sá besti sem við höfum verið með. Og ef ég fer bara yfir í EBITDA-brúna og leiði út það breytingarna frá EBITDA-in í fyrra, þessar 990 milljón sem vorum í fyrra og þá hefur farsíminn áhrif upp á 100 og fastlínan 44 milljónir og interneti 9 og þetta eru þá raun og veru neikvæð áhrif. Jákvæð áhrif eru þá gráu póstarnir, sjónvarpi 31 milljón, aðra tekjur 61 milljón, kostnaðarverði 137 milljónir, þetta náttúrulega fyrir utan afskriftir. Og svo annar rekstrarkostnaðar þá neikvæð áhrif upp á 43 ár. Þannig fáum við milljarð 23 í EBITDA. Nú sjóðstreymi, handbært fé frá rekstri að aukast 10% frá því fyrra, frá því sama tímabili fyrra. Við erum 847 milljónir. Nú við erum með hærri fjárfestingar, 415 milljónir í fjárfestingar, aukningu upp á 40%. Nú undir fjármögnunarhreyfingar ef við kíkja á afslitareikningin okkar þá sjáum við að endurkaupin að koma þar inn, það eru 33 milljónir. Restin afborgun af langtímaláni og rekstrarlánalínu. Nú breytingar handbæru fé eru þá 195 milljónir og við vorum með 277 upphæfi og endum í 470 milljónum í lok ársfjórðungsins.
en frjálsa fjárflæði það 536 milljónir á móti 595 í fyrra og það að dragast saman, er 10% lægra en eins og bendi á fjárfestingarhreyfingar eru 40% hærri hjá okkur. Þetta er svona framþyngra hjá okkur í ár með fjárfestingarnar. Nú ef við skoðum 9 mánuðina þá voru seldar vörur og þjónusta 9.829 milljónir og er það 1% aukning á milli ára fyrir þetta tímabil. Kostnaðarverði 5.106 og það að dragast saman 5% á milli ára. Nú framleiðin hún er 4.724 eða 8% aukning og 8% aukning eða 48,1% framlegð á móti 44,7% fyrir sama tímabil í fyrra. EBITDAn er 2.330 og 23,7% EBITDA á móti 23,2% í fyrra og EBITDA er 1.348 milljónir. Nú hrein fjármagnsgjöld 327 milljónir eða fer niður 15% og við endum hagnaði tímabilsins fyrir 9 mánuðin í 821 milljón eða 27% aukning og þetta er líka besti árangur hjá okkur. Þannig að við erum eiginlega að fá svona besta árangur bæði í þriðja fjórðung og svo í 9 mánuðunum í heild. Nú við gerum sams konar samanburð og við tökum líka inn forstjóraskiptin eins og við gerum á síðasta uppgjöri. Þarna erum við með seldar vörur og þjónustu áhrif lúkningar 214 milljónir sem þýðir að við erum þá með 3% aukningu í tekjum. Kostnaðarverðið er 265 milljónir, áhrif af lúkningagjöldum þar og netto áhrif af framlegð er þá 51 en við vorum búin að gefa upp 53 milljónir áhrif af forstjóraskiptum. Þannig í raun og veru er EBITDAn nokkuð óbreytt, 2.332 milljónir á móti 2.330 en hlutföllin þá aðeins öðruvísi. Framlegða hlutfallið 46,5 á móti 44,7 og EBITDA 23,2, það er raun og veru sama þá ef þetta er svona like for like. Nú efnahagurinn okkar, hann er bara að styrkjast og við erum komin í 53% eiginfjárhlutfall. Hreinar vaxtabændu skuldir eru að fara áfram niður, 4.976, veltufjárhlutfallið er 1,6 og net debt to EBITDA er á sama móti 1,6. Nú horfurnar okkar, við erum áfram með óbreyttar horfur varðandi EBITDA en ítrekum að við vorum áður búin að gefa upp að við verðum í efri mörkum fjárfestingarhlutfallsins. En það er raun og veru við stöndum bara við upphaflegar horfur sem við gáfum út. Nú, ég er búinn, þannig að það er spurningar, einhverjar spurningar sem þið viljið kasta á mig. Annars býð ég bara Stefán velkominn aftur. Kærar þakkir. Aðeins að gefa ykkur smá hugmynd hvað hugsa. Við erum búin að skilgreina hlutverk, sýn, stefnu og hér eru nokkur lykilverkefni félagsins. Hlutverk okkar er að auka lífsgæði einstaklinga og samkeppnishæfni fyrirtækja með snjöllum fjarskiptalausnum og framúrskarandi þjónustu. Við teljum að ef við ætlum að ná að sigra samkeppnina á þessum markaði þá þurfum við að vera snjöll og við þurfum að vera með framúrskarandi þjónustu. Þetta er nokkuð svona forsenda sem við þurfum að standa við. Varðandi sýn okkar, hvað við erum að fara að gera. Við ætlum að vera leiðtogi á þessum markaði og við ætlum að nýta okkur það að vera, ef við lesum þetta bara, leiðtogi og alþjóðlegt afl á íslenskum fjarskiptamarkaði. Við ætlum að nýta okkur það að vera partur af Vodafone alþjóðlega. Ég held að sé mikil tækifæri í því og ég er búinn að sjá alveg mjög mörg tækifæri og við erum að vinna mjög mörgum verkefnum og ég held að við höfum sérstaklega sterkt valposísjón gagnvart til dæmis alþjóðlegum íslenskum fyrirtækjum verandi partur af Vodafone. Ef við fyrir við stefnuna og stefna er líka til þess að við getum talað við til dæmis starfsfólk okkar og virkja það og við erum í rauninni að innleiða þessi stefnu inn í allar deildir og gagnvart öllum starfsmönnum fyrirtækisins. Og skapa séu svolítið tekjutengt hluti í stefnu og þar sjáu þið að við erum með redd undir ARPA sem er að einfalda vörurnar okkar, skapa þetta áhyggjuleysi. Þannig erum við búin að taka skref og munum bara halda áfram að vinna þarna. Við erum í rauninni að bjóða mikla þjónustu til viðskiptavina
og í rauninni breyta sambandinu í áskrift, taka útgangspunkt í gagnamagni. Þarna höfum við verið að vinna. Tekjustýringarkerfi Vodafone, við erum með svona virðisgreiningarkerfi, það tekjustýringarkerfi sem mjög þessu tengt og er af forskrift Vodafone alþjóðlega og þetta hjálpar okkur mikið að vinna með tekjurnar. Það hins vegar þannig að við erum alltaf allavega fjarskiptabransinn svona, það kannski svolítið væntingar stundum fastar í gömlum tíma mikinn vöxt í tekjum, en auðvitað ætlum við að reyna að vaxa á tekjuhliðinni. Þess vegna erum við með Skapa. Við ætlum að reyna að halda áfram að koma með nýja þjónustutætti og breikka okkur út í vöruframboði til einstaklinga, fjölskyldna og fyrirtækja. Við erum náttúrulega mikið svona fjölskyldufyrirtæki. Við lítum á kúnnana okkar, oft eru viðskiptavinir okkar heilu fjölskyldunar, ekki safna einstaklinga og síðan auðvitað eru alls konar spennandi þróunarverkefni. M2M eða tæki er svona kannski, þetta byrjað að gerast en kannski einhverju leyti í tekjulegu tilliti framtíðarmúsík, en við erum þegar byrjað að hugsa þarna og þegar byrjað að veita þjónustu og í miklu sambandi við Vodafone alþjóðlega og ég ætla að fara aðeins betur yfir það á eftir. Einfalda, þetta kannski í rauninni kostnaðar hluti stefnunar okkar og þið sjáu það að styrkja stendur þarna á móti. Fyrirtæki eru alltaf stöðugt að bæta sig, þannig að við trúum að við þurfum að hafa einhvern kraft innan fyrirtækisins sem stöðugt að einfalda. Og ég held að séu tækifæri til þess áfram innan Vodafone. Við auðvitað stigum einhver skref á þessum fjórðungi eins og þið sjáið, en til dæmis eins og það sem öll nútíma þjónustufyrirtæki að hugsa meiri sjálfvirkni við þjónustu og sölu. Þetta oft að bæta þjónustuna til viðskiptavina en á sama tíma getum við verið að lækka kostnað. Greina ferlinn í gegnum fyrirtækið út af því að það er ofta á milli deilda sem að óhagkvæmni myndast og við ætlum að fara í slíkar ferlagreiningar frá upphafi árs næsta árs. Að undirbúa það. Við höfum auðvitað verið að styrkja fyrirtækið og Vodafone, það er eitt af því sem kom mér á óvart við Vodafone hversu sterkt það er kerfislega og tæknilega. Ég held að þetta sé líka arfur frá gömlum tíma í hugamanns að Vodafone sé einhver eftirbátur annara varðandi styrk kerfis. En ég held að við höfum ofboðslega flottan grunn sem við erum að halda áfram að byggja. Sama hvort við förum í samrekstur eða ekki, þá munum við halda áfram að byggja 4G. Við sjáum það á þeim viðskiptavinum sem eru komin inn í 4G hjá okkur að gagnamagsaukningin er mikil. Fólk breytir hegðun sinni fyrir að nýta þjónustuna meira og er tilbúið að borga meira fyrir það. Og við áfram munum vinna á innviðum og öryggismálum að sjálfsögðu sem eru góðir en við verðum auðvitað sérstaklega að halda vöku okkar í ljósi sögunar á þeim vettvangi. Annað sem kom mér óvart, Vodafone er gríðarlega sterkt á fyrirtækjamarkaði og þetta er eitthvað sem ég held að við getum byggt á. Það er skemmtilegi 2 nýjir kúnnar þarna neðst á síðunni, Samherji og Vinnslustöðin. Þetta er í rauninni, við vorum ekki með sjávarútvegskúnna, þannig erum við að komast inn í sjávarútvegsbransann og okkur finnst þetta mjög spennandi og bara traust yfirlýsing við félagið. Þetta er ástæðan fyrir því að við erum að komast inn í sjávarútvegsgeirann. Við erum í rauninni í uppbyggingu á okkar farsímakerfi að senda merki út á haf. Þið sjáu það og við tilkynntum daginn að það er komið 4G frá Vodafone alla leið í Herjólfi. Við vorum að taka Ísafjarðardjúp og eins og þið sjáu þarna á fjólubláu myndunum það sýnir í rauninni hvar við erum að fyrirhuga 4G bara á næstu mánuðum þarna út í kringum Vestmannaeyjar og upp á Vestfjörðum og við munum bara halda áfram þessari uppbyggingu og þetta er bara mjög spennandi og auðvitað bætir þjónustu mikið við sjávarútveginn og svo eflaust þegar skemmtiferðaskipin fara að koma við strendur landsins og eitthvað nú að fólki þar þá getur fólk komist inn á samband frá Vodafone. Mér langar bara út af þetta er svona eitthvað sem er byrjað í umræðu fjarskiptafélögin og þetta er auðvitað ekki farið að skila sér í miklum tekjum ennþá en það er klárlega verið að binda mjög miklar
vonir við vöxt í þessu tæki sem sagt, og að þessum tæki að tala við tæki og þetta frá Vodafone það sem verið að setja þetta í samhengi hvað mikill vöxtur í þessum hluta geirans áætlaður. Þið sjáu það í tengingum verið að tala 26% vöxt á ári fram til 2018 og ef maður skoðar tekjurnar þá þetta 13% vöxtur. Þannig að þetta skiptir ekki miklu máli í ár og þess vegna ekki á næsta ári en þetta getur farið að skipta máli þegar líður og í raun og veru þegar maður fyrir að hugsa þetta svið og hugsa öll tækin í kringum okkur og hvernig þau gætu verið að tengja saman og hvernig fyrirtæki gætu verið að ná aukinni hagkvæmni með því að tengja tæki og inn í öryggiskerfi sín og gæðakerfi og svo framvegis, þá í rauninni ótrúlega miklu möguleikar. Og við vitum það sem fylgjumst með bílaiðnaðinum að það komið SIM-kort í bíla og svo framvegis og ég vildi bara láta ykkur vita að sko Vodafone í rauninni leiðandi aðili í heiminum í þessu og við bara í sambandi við Vodafone á þessu sviði. Og þetta náttúrulega ótrúlega tölur með 26% markaðshlutdeild í Evrópu í þessu og hafa þetta þegar og það sem Vodafone að gera að koma SIM-kortinu sínu inn í til dæmis hjá bílaframleiðendum. Og við sjáum það líka þegar maður skoðar viðskiptavinarlista Vodafone þá sjáum við þetta Volkswagen, Audi, Toyota, BMW og svo einhver fyrirtæki eins og General Electric og Atlas Copco og Caterpillar og svo framvegis og þarna sér maður sko hvað í gangi. Þannig að ég held bara svona láta ykkur vita og ég tel auðvitað að við séum í gríðarlega sterkri stöðu verandi með þetta sterka infrastruktúr hér, tengingun út við Vodafone Global og sterkan fyrirtækjalista, þá tel ég að við getum bara tekið þátt í þessari þróun og stöndum kannski höfum kannski betri resursa úr á móða heldur en jafnvel einhverjir aðrir á markaðnum. Hér þetta glæra líka frá Vodafone, þá sjáu þið, ég meina Ísland bara inn í M2M kerfi Vodafone, eins og þau að kynna það á fundum. Þannig að þetta bara mjög áhugavert og ég get sagt að við nú þegar farin að bjóða M2M lausnir til fyrirtækja, bara þegar farin að gera tilboð í ákveðna hluti, eins og ég segi, þetta ekki orðið stór hluti á okkar rekstri en við nú þegar byrjuð að og það sem líka sérlega skemmtilegt að við að vinna með íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum á þessu sviði, bæði með lausnir fyrir fyrirtæki á Íslandi og svo einnig höfum við hjálpað eða í samstarfi við 2 íslensk nýsköpunarfyrirtæki komið þeim á framfæri gagnvart Vodafone og þau hafa gert samninga að vera innan sölukerfis Vodafone í M2M. Og þetta bara eitthvað sem við teljum að við höfum allavega sko gagnvart íslenskri nýsköpun ákveðið fram að færa og við höfum þennan risa í þessu sem þá hægt að tengja inn og þetta hægt að tengja ýmis tæki sem hafa verið að virka vel, hægt að bæta SIM-kort elementinu inn í tækið og einfalda þar með reksturinn á ýmsum kerfum og svo framvegis og mér finnst þetta mjög skemmtilegt svið þegar maður fer að hugsa það þá í rauninni möguleikarnir óendanlegir. Þannig að við okkur langar að gefa ykkur case vonandi fljótlega af dæmi sem við höfum verið að vinna og ég hlakka bara til að segja ykkur meira frá þessu en vildi bara svona til að gefa einhverja tilfinningu fyrir verkefnum sem geta verið spennandi í þessum bransa. Mér langaði að enda á smá svona hugleiðingu um Vodafone. Við auðvitað alhliða fjarskiptafyrirtæki. Það mjög mikilvægt að hafa það í huga. Við höfum tekjustrauma úr öllum tegundum fjarskipta og getum allir í tækni og allir í þjónustu bæði til einstaklinga, fjölskyldna, fyrirtækja og svo erum við með heildsölu viðskiptavini. Og við trúum á það að við viljum alltaf vera að bjóða bestu lausnirnar miðað við aðstæður hverju sinni. Til dæmis eins og ég mikið spurður að því, getum við ekki bara nota 4G fyrir internetið og er þetta nokkuð flókið? En það auðvitað þannig að ef allir væri með 4G internet og ætlaði að vera að horfa á landsleik allir á sama tíma þá væri ekkert í sjónvarpinu til dæmis.
Þannig að þetta auðvitað snýst það og internetið auðvitað miklu meiri stöður í gæði og svo framvegis, en 4G getur verið að ná þú getur verið að ná frábæri tengingu ef það ekki álag á kerfinu. Svo leiður það álag á kerfinu, þá ertu farin að takmarka það sem aðrir fá út úr því. En við bara trúum það að þessi í rauninni almenna nálgun og vera að beita þeirri tækni sem hentar best á hverjum tíma og vera að vinna bæði á einstaklingum og fyrirtækjum muni skila okkur miklum og góðum árangri í framtíðinni. Ég vil bara svona aðeins bara setja fyrirtæki í samhengi með stundum eins og það gleymist að fyrirtæki í þessu bransa eru ólík innbyrðis. Takk fyrir. Einhverjar spurningar by the way, Heyrðu, þá þakka ykkur bara kærlega fyrir að mæta og við heyrumst í framhaldinu. Takk.